Þetta Nelly Furtado hér í FM 95 Blöð, klukkan orðin rúmlega 4, 5. dagur. Bongo blíða í höfuborgin allavega, 18 stigi hiti og já, svona, ég segi nú ekki glampandi sól en hún þarna einhvers staðar. Og eins og alltaf á 50 þá Hjörvar Hafliðason mættur inn í stúdíóið. Vertu velkominn. Já, takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er sæmilur, ég er enda með þetta frjókotn og shit. Já, þú bólgin í augun. Já, þetta orðið mjög þreytt. Þetta orðið mjög þreytt. Þannig að þér svona slett sama að sumar að segja að vera búið, þá losnar við þetta helviti. Já, ég er að fara á mótið því. Ég fekk sprautu fyrir þessu fyrir sumar. Já. Og það verðist vera hætt að virka. Virkar ekki betur en þetta? Nei, svo verður maður svona pínu ennmæltur og þreytandi. Ég held að þú væri svona típa sem var ekki með vonað með fyrir neinu. Ég hef alltaf verið þannig. Svo flutti ég eitthvað upp í Raskat og fekk allt í einu eitthvað frjókotna shit og hef ekki losnað við það síðan. Já, þetta leiðindi. Þetta mjög þreytt. Talandi þreytt. Þetta lag áður en Nelly Furtado var að syngja. Já. Var það þessi Monsters and Men hljómsveit? Lagið sem að Nelly Furtado var að syngja núna? Áður en hún... Ég bara manna það ekki. Ok, mér finnst það hljóma eins og þannig. Já. La la la. Já, þetta fílar ekki Monsters... Jú, það var 6 Weeks með Monsters and Men. Ok. Þetta ekki fíla þau? Jú, ég var bara veltaði fyrir mig hvort þetta væri þá. Já, það enda einhver önnur hljómsveit sem mjög svipuð. Það farin að herma eftir þeim. Já, eða það var nú einhver sem sagði mér að Monsters and Men var að herma eftir þeim, en ég kaupið það ekki. Nei, kaupið það nú ekki. Nei, þetta ekki alveg þinn kaffibóti, þessi tónlist. Of Monsters and Men? Já. Jú, ég svona ekta típa, ég svona go with the flow. Svona allt sem vinsælt, þá ég svona, já, þau eru frábær. Krakkarnir í Monsters and Men? Þetta rullu flott maður. Ég hygg ekki við að fylgja þeirri lest, sko. Nei, þetta flott hjá þeim, þau eru að standa sig vel. Já, það alltaf gaman, ég minna voru hjá til enn og maður vill einhvern veginn alltaf svona hljómsveitir sé að meika úti. Hvaðan þetta lið? Þetta ekki úr Garðabænum? Þetta út Kvimpin og Kvampin held ég. Okay. Þú vorst ekki að spila rétt að mann, sko. Þetta eitthvað svona bara all-star? Já. Bara einhver umbóðsmaður sem setti fram eitthvað all-star lið? Þau unnu held ég sko bara music-tilraunir í fyrra eða eitthvað, sko. Þannig að þetta Monsters and Men? Já, búið að gerast á mjög skömmum tíma þeim. Ok, hefur þú aldrei tekið þátt í músiktilraunum? Jú, ég og hljómsveitin mín Loðin Úlpa vorum þarna. Nei, hvað ég gerir í músiktilraunum? Ég get ekki spila á hljóðfæri og hvað þá sungið. Okay. Þannig ég hef ekkert þangað að gera. En þú, varst einhvern veginn í hljómsveit? Nei, ég hef aldrei verið í hljómsveit. Það var reyndar einhvern tíma var ég testað sem söngvari bara svona til á einhverju æfingu. Einhverju svona bílskúrsbandi? Ég mætti ekki aftur. Nei, þú varst ekki fengið aftur? Nei. En ef þú segjum nú að það yrði að þröngværi í einhverju hljómsveit, hvar sæjur þig? Ertu trommari, bassi? Þú ert svona bassaleikari, eða ekki? Já, ég held ég væri á rámaskítar. Já, ok, ég sé þig einhvern veginn svona flottan í hotninu slap in the bass. Þú veist, ég væri hrikalega, ég fattaði bara fyrir svona nokkrum árum síðan hvað var maður að vera til í að vera góð tónlistarmaður. Já, Þú veist, þá getur maður líka verið til 70. Já. Þú veist, ímyndaðar, 70, Rolling Stones, hvað já, þeir eru 70 eitthvað, 75 ára. Ímyndaðar að eiga eitthvað hrikalega gott lag og spila svona fyrsta bara eitthvað svona, eins og ég start mig upp með eitthvað ding, 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 og vera orðin 70 ára gammal á gítarnum. Já, ég pæla ótt í þessu, ég heyri eitthvað gott lag sem er ákveðið að ég ekki samið þetta. Já, ég á einhvern maður spurður hvað væri draumurinn, þá held ég að það væri að standa fyrir framan 80.000 mann sem söngar í einhverju rockbandi. En ef maður gefur sér bara 2 vikur og hugsa bara með sér, ég ætla að búa til gott lag á þessum 2 vikum. Já, ég held að náttúrulega við náðum að gera Sjómle og Crazy Bastard á ekkert svo lengur tíma, þannig þetta hægt. Já, nei, ég er að tala gott lag, eitthvað svo alveg geggja lag. Svona eins og Sjómle? Nei, ekki eins og Sjómle. Hvort ertu meiri Sjómle eða Crazy Bastard maður? Ég myndi að segja að það er meiri Sjómle maður en Crazy Bastard. Já, ok. Þetta er betra. Já. En ég er að tala svona topp lag. Já, svona Sjómle-lag. En það er líka eitt, talandi um þetta, syngja og hljómsveitir og annað. Ég er búinn að lofa sjálfur með því, ég veit ekki hvað lengi að fara að læra á hljóðfæri, ég geri aldrei neitt í því. Til hvers? Það væri bara gaman að geta glamrað á gítar. Það væri hundlegilegt. Þú væri ekki um að bara fyrir sjálfum. Ef þú myndir ríða fram gítar í einhverju partíi sem ég var í, ég myndi ángríns setja gítarni gegnum hausinu á þér. Það er svo þreytti að þú Nei, það var ekki mest þreytandi. Þetta er kunna það mikið og þurftir að stilla hann eitthvað. Ding, ding, ding. Og alltaf að laga hann uppi. Og spyrja ykkur, hvað vil ég? Börn. Og það er minna þroskaðir menn. Þú finnur ekki þreyttur á þjóðhátíð heldur þegar eitthvað grípur í gítarinn. Og það er alltaf svona, allar stelpunar, hei, kanntu, Hlusta á Zeppelin. En það væri, ég ekta svo típa, hefði ég lært á gítar, það væri my thing. Verðum með gítarinn í partíi, bara herrið blöð, já, og svo væri ég bara En svo væri kannski svona upp á að koma sér í hljómsveit ef það vantar einhvern á hristurnar. Já.
Það er eitthvað. Þú ert ekkert í öllum lögum, en þú ert með. Þú ert ofta á sviðinu eitthvað. Og þú veist svona, það allir það fullir á sviðinu að veit ekki, eða þú veist, áraðnir og svona fullir sko. Já. Veit ekki hvað nákvæmlega þú ert á. Bara svona til að vera með, ég væri til í það. En við hjöfum með góðan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur, fyrir ykkur sem eru inni í þessari blíðu. Við ætlum að gefa miða á Expendables 2, það er mitt fitnessport forsýning á eftir klukkan 6. Þannig að við gefum þá miða fyrir 5, gefum 10 til 20 stykki. Svo erum við með Sturla staðrindar á sínum stað og Roger Jefferson, leikarinn úr Different Strikes er á landinu og ég ætla að heyra, ég var að heyra. Hvað er komið þetta fram? Hann er á landinu og ekki nóg með það, heldur er ég komið númerið hjá hann. Og ég ætla að heyra í þessum stórkostlega leikar eftir. Ég var bara að horfa á þess að þetta í gær, sko. Þetta er æðislegt og þetta er engin lygi. Ég er að fara að taka viðtal hér á eftir við Roger Jefferson og Different Strikes. Var það ástæðan fyrir að gæðina svo súsístað var hringið þegar hann var að segja það frá því? Já, hann var að láta mig á númerið hans. Ok. Svo erum við með flottilega-keppnina, við erum með tuðhófni. Það er allt á sínum stað, þannig að ekki voga ykkur að skipta stöð. Expendables 2. Expendables 2 á eftir, en ég ætla að byrja þetta á rándýru lagi og ég skil ekki af hverju þetta lag hefur aldrei áður verið spilað FM 95. Þetta er nú bara lag sem ætti heima. Hvað lag þetta er? Já. Nothing Else Matters með Metallica. Nei, en þetta er lag sem ætti heima í flottulega-keppninni. Byrjum þetta smá krafti. Þetta er miljón sem verið spilað á FM. Já, ekki hjá mér. Jay-Z, Numb, Encore, Linkin Park. Hvað segir þú, minn? Er ekki komið að slúðrinu? Hárréttur, Hjöppi. Komið tíma á slúður hér í FM 95 Blöð og... ég ásand ekki að vera hæpur. Ákveður ekki slúðri í boði einhvers? Það er hjá okkur á... Ákveður ekki slúðri í boði Hámarks? Og við fengjum frían Hámarki eitthvað í 2 ár. Já, það má alveg græja það. Já. Slúðrað miðvikudaginn er í boði húsfélagsins í Frostafaldi 20. Það er við Pétur erum. Það er með svona trailer og allt sko. Já. Við þurfum, ég er alveg sammála. Við þurfum að fara að selja kostendur og slúðri. Já. Hvað er að þér? Segðu Kristján Óla Sigurðsson það. Nei, ég selja þetta bara sjálf. Já, við gerum það. Ég ætla að byrja slúðbakkan. Ég er samt, þú veist, maður á ekki að vera að rakka niður eitthvað svona áður maður fyrir í það. En ég hef verið með þéttari pakka en það er. Fuck. Já, en hei, þetta er samt ágættu slúður. Þetta er samt pakki eða? Þetta er samt pakki. Ég ætla að byrja á Jodie Foster. Ok, takk fyrir það. Já, svo stórkostlega leikona er núna að verja Kristen Stewart sem að hélt fram hjá Robert Pattinson á dögunum og eru orðin, leitt að segja, orðin einn hattasta leikonan í Hollywood og það er aðalega svona táningstúlkur og blöðin og netmiðlarnir í Bandaríkjunum á Bretlandi eru núna að spurja, til dæmis það var könnun daginn á The Sun hvort hún væri að vampire eða trampire og svo var risa fyrirsögn Kristen Stewart voted as a trampire sem að mér finnst bara ömulegt. Hvað eru fjölmiðlar að búa til svona viðbjóðslegar? Hvað er þú að skipta þér aðeins? Þú ekki bara með sköllóttum eitthvað útast og þegir bara? 22 ára komið stúlka sem að gerir mistök Já, en hún reyndar áttaði sig á því að gamall er best. Já, þú ert mjög ánægð með það. Hún áttaði sig á því, hún segði með sér, best að vera eitthvað gamall og gott. Já, en Jodie Foster, hún er brjáluð og er búin að senda frá sér yfirlýsingu núna þar sem hún segir slúður miðlum allan heim og táningstúlkum að grjóthalda kjafti og vera ekki að skipta sér að því sem það kemur ekki við. Shit, hvað er hún að tróða sér inn í þetta? Því að það hefur ekki gengið á enni undanfarið ár. Þú veit að hún búin að lélu og myndum, ég var að flettin henni upp núna. Þegar hún segir það, þá er Jodie vinkonum minni ekki búin að gera neitt. Silence of the Lambs sem er einn besta mynd sín síðan. Já, stórkostlega, og Jodie Foster er góð leikona, sko. Fín leikona. Og hún var líka í Maverick, maður þetta Maverick. Já, frábær mynd. Mel Gibson. Og það var ekta mynd fyrir þig poker. Já, gott að spila vikilinn. Og maður sjá. Hvað annað hefur hún gert? Hvað er hún búin að vera að gera síðan? Hún var hérna í Inside Man. Hún var náttúrulega í Panic Room sem var ágætt. En Jodie Foster er víst einhver vinkona Kristen Stewart og er búin að þekkja hana sem hann var lítill krakki og er svona er að reyna að hjálpa henni. Svo ég er ánægð með Jodie Foster, ég er sammálinni. Láta henni í friði. Ef þú tján farið í svona leik, var einhvern veginn það lítið að gera hjá þér sem múlingur, að þú settur inn orðið kak í staðin fyrir eitthvað í orði hérna á myndinni. Nei. Eins og The Silence of the Cock. Nei, ég hef aldrei farið í það leik. Eða í staðin fyrir The Brave One, The Brave Cock. Nei, það er aldrei leikur sem ég ekki spilað, en aldrei að vita um pröf. Hérna, þú veist eins og hann leikur einhvern mynd sem heitir Nims Island, þá er getað að kalla hana Cock Island eða Nims Cock. Virkilega, skemmtilega leikur. Það er ekki góð leikur. Skemmtilega leikur. Þú dúlaðir í honum í svona 3-4 klukkutíma og það er alltaf að fyndið. Já, ég græt og hlátur í þetta. Ég ætla að halda áfram með slúðrið. Næst er það Miley Cyrus en hún á ekki... Já, hvað er þetta henni? Var hún ekki í klippingu? Jú, hún á ekki 7 ára særi eftir að hún klippti sér stutt, maður. Og hvað? Greiði stúlkan, herðu, hún ákveður að láta síður lokkana fjúka og fær... Af hverju? Þú var hún ekki flott með sítt hár? Er ekki bara gaman að breyta til? Jó, reyndar, það er drullu gaman að breyta til, ég veit ekki hana. Eitthvað sem ég þekki ekki og þú ert
búin að vera með sömu klippingunum sem ég kynntist Nei. Og Miley Cyrus á ekki 17. sæl og er að spája hætt á Twitter núna því að hún fær þvílíkan skít og leiðindi eftir að hún klippti sér stuttgrið og nú var Ellen DeGeneres að taka upp hanskan fyrir hana og þetta eru svona gömlukonundur að hjálpa ungustelpunum einhvern veginn og segist vera mjög ánægð með Miley Cyrus og hún sé það ánægð með þetta hún er búin að herma eftir klippingunnar og hún er svona grínast að því að hún var stuttklippt og hún er alltaf verið stuttklippt. Já, hún er líka lesja sko, það er oft stuttklippt þar. Jodie Foster er líka lesbía. Er hún lesbía? Já. Í alvörunni? Já, herru, svo er það loka slúðrið og það er af Michael J. Fox en hann er núna að plotta comeback í sjónvarp og er að skrifa og framleiða sjónvarpsþætti sem að verða sennilega sýndir núna á þessu ári sem að byggja á ævi hans þar sem hann er svona að fara að gera grín að sjálfum sér og eitthvað og ég fagnar því alltaf verið svona nettur Michael J. Fox aðdáandi. Michael J. Fox, hvað er að búið myndið með Michael J. Fox? Back to the Future. Hefur aldrei séð myndina Greedy? Jó, hún var reynda mjög góð líka. Hún er frábær. Já, svo var hann, fór á kostum í Spin City. Já, skemmtilega það líka. Var hann ekki eitthvað veikur eða? Já, hann með Parkinson. Já. Hann var ekki, hann er ennþá veikur, já. Og leikur einmitt sjálfan sig í þáttunum og það stendur hér að þar kemur einmitt þessi skelfilegi sjúkdómur. Hann leit alltaf út eins og 15 ára í mörg ár. Já, og lítur ennþá unglega út og náttúrulega bara hristist aðeins. En hann var alltaf svona babyface, svona eins og Ole Gunnar Solskjær. Og ég ætla að enda þennan slúðupakka á að óska Manchester United aðdáendum til hamingju með Robin van Persie. Þetta eru svona fréttir sem að ég er búin að vera í góðu skapi sem 6:30 í gær. Það er alveg ótrúlegt, maður er 32 ára og það þarf ekki meira til að gleðja mann. Mér leiði bara svona eins og ég var eignast barn eða eitthvað. Þetta var stórkostlegt. Leiðilegt fyrir Arsenal aðdáendur. Hvað er þetta leiðilegt fyrir þá? Að missa sín besta menn. Þeir eru bara að kaupa vel í sumar, svo ég huggið á hana aðeins. Þannig að mér finnst Arsenal svona skemmtilegustu kaupin núna. Nú, keypti eitt frá Köln. Já, Podolski, drullugöður. Ég er svona að reyna að hugga á þessu. Þetta er að reyna að hugga á? Já. Og voðalega frábærtjáður. Verð ekki bara með leiðindi. Þú ert að stráði salt í sárum með svona róka, sko. Nei, ég var samt að meina þetta. Finnst þið, þú sem fótboltasérfræðingur eru ekki búin að gera góð kaup. Þú veist, þeir mistu núna Van Persie og þeir eru kannski að missa Song. Veitu, hvað er svona gott sem við gess, segir þú? Þessi Giroud, er hann ekki drullugöður líka? Sástu franska landslið fótbolta í sumar? Komst í liðið þar? Er einhver ástæð til að vera spennt við því? Og svo þessi Korlosa, hvað sem hann heitir. Santiago Solra? Já, hann var mjög góður hjá Malaga. Hvað sástu marga leikið með Malaga í fyrra? Engan, en hann var eini leikmaðurinn fyrir utan Ég er að stríða þér blöðmaður sem að komst í lið ásins á Spáni. Það lítur nú að teljast ágætt. Það lítur nú að teljast ágætt, en ég held að sé bara það að út að missa bara svo ríkalega stórt spil í púslaspilinu, sko. Þú getur ekki reynt að finna einhverja jákvæða hlið á þessu. Nei, þeir fá góðan pening fyrir þetta. 29 ára maður. Fá pening maður, hvað er að gera með hann? 24 milljónir. Talandi um topp menn. Jón Jónsson. Talandi um topp fótboltamenn. Jan Johnson. Hér í FM 95 blöð. Steitist ef við gefum miða á Expendables 2. Það er hér og eftir ásamt viðtali við Roger Jefferson úr Different Strikes. Hann er á landinu og tótt ótrúlegt með virðast að þá erum við búin að fá enga viðtali við þennan stórkostlega leikara sem er að gera spillust í þessum þáttum og þetta verður gaman að heyra í honum. Já, ég var að mynda á róða þáttin í gær, sko. Það er svona plottið að koma í ljós. Ég er reyndar ennþá annar í seríu. Þetta eru geggjað þettir. En ég ætla nú að ræða við fyrst að ég er nú með svona fótboltasérfræðing í stúdíónu. Fórstu landsleik? Já, fórstu, ég veit það náttúrulega, við sátum saman. Hvernig varst þið landsleikurinn í gerð? Bara allt í lagi, það var ekkert frábært, þetta var allt í lagi. Allt í lagi, það var sko gott að vinna á allt það, vinna Færeyinga í æfingarleik, hversu gott sem það er. En þetta var ekki skemmtun þessi leikur. Nei, segðu mér það. Ég veit það ekki, ekkert að veðri. Ég einhvern veginn svona stóð með að ég að vera alltaf bara að vera að tjekka á Twitter og árundur dauðir í stúkunni og bara, það var svona... Það hefur náttúrulega sko alla tíð verið frekar leiðilegt á Laugardalsvelli. Það er það og sko fyrsta lagi þessi hlaupabraut er ekki að gera neitt fyrir, var hægt að gera meiri grifju úr þessu. Já, ég hef náttúrulega sko búin að fylgjast náttúrulega með fótbolta síðan mann eftir mér og fer að fara alla leiki og slíkt og svo er maður fylgst með þessum íþróttumótum og það er aldrei neitt á þessum frjálsíþrótta-íventum og það er hvort þeir hlaupabrauti í Kópavogi og í Mosfellsbæ eða Mosfellsbær held ég að heita í dag. Þannig að það þarf ekkert að vera hlaupabraut þarna, það er aldrei neitt á þessum mótum, það þarf ekkert einhverja rísa stúku fyrir einhverja hlaupabrauti því að það mætir ekki á þessum mót. Eða þá bara búa til alvöru fótboltavöll. Já, ég held við sem aldrei að fara að sjá 10.000 manns á frjálsíþróttum. Manst eftir að hafa einhvern fundist gaman á Laugardalsvelli? Já, mér finnst gaman þegar við gerum jafntefli við Frakka, þá var þetta líka nett grifja, þá var ég á bakvið marki. Veist hvernig að spila þá? Laugardalskvöldi.
Það er það máli. Það skemmtilega, það er kvöld og það er flóðljós og svona sko. Náttúrulega, við verði ekki skemmtilegir. Hvað þá við færingar? Hvað þá við færingar? Hún voru að gefa svona fólki í prík fyrir það. Ég held að mættu rúmlega 7000 manns á hana leik. Já, ég held að fólk finnir líka, að fólk finnur, það er eitthvað svona í loftinu. Við erum með marga skemmtilega leikmenn núna og þannig að það er eitthvað, svo sá ég það búið að vera eitthvað umræðin á deva.is, eitthvað könnun og eitthvað hvort það ætti að leyfa bjór á vellinum. Ég er svona, mín persónulega skoðun held ég að það myndi nú ekki drepa neitt. Nei, auðvitað ætti það að vera þannig. Hefur einhvern tíma farið á leik erlendis þess að þú ferðir ekki eitt bjór áður en leikurinn byrjar? Nei, og líka bara það myndi myndast meiri stemning fyrir utan völlin og svona eins og er í enska. Ég held að vandamálið sé það líka á Íslandi að hér byrja leikir kl. 19:15 og svona hinn venjulegi Auðun Blöndal, hann mætir svona 19:17, 19:18. Þegar það er engin ástæða að mæta fyrir utan og það er ekkert get together. Nei. F á Breiðablik í síðustu umferð, hann kláraði strax á fyrstu mínútu, svo var ekki skorað meira. Og hinn venjulegi Auðun Blöndal, hann mætti þarna þegar 2-3 mínútur voru búnar, markið komið, ekkert að gerast. Og svo satt hann bara fram á 94. mínútu. Finnst þú að gaman að segja hinn venjulegi Auðun Blöndal? Þetta var bara eitthvað nýtt sem ég var að fatta upp á. En þetta væri náttúrulega allt annað, eða væri kannski eitthvað tjald fyrir utan völlin eða 3 eða 4 stöðum. Ég er ekki að tala um að við þurfum að vera eins og Danirnir, þar sem að allir eru bara easy og þú drekkur bara bjór og ert bara nánast inn á vellinum. Bara mynda smá stemningu. Mynda smá stemningu, bara vera bara á svæðinu, bara, þú veist, það má sessuna vera bara með sömu reglu í Bretlandi, það má ekki setjast með hann inn. Já, það er líka eins og, sko, þú mátt fáið bjór þú fyrir golf. Já, þú mátt fáið bjór þú fyrir keilu. En ég menna, þú veist, þegar að Carlsberg bjóð til slógan Carlsberg part of the game, þá voru það ekkert að grínast. Nei. Bjór allstaðar í Evrópu er svona eins og takkaskólaðar reglívar. Þetta er bara hluti af þessu. Já. Þú veist, ég menna, ég var í Danmörku þess síðustu helgi, þá fórum við á leiki og það situr engin fullorðinn maður og horfur á leika á þess að vera að fá sér einn í fyrráleik og einn í seinna áleik. Og ég meina, þú verða á yngri flokkamóti í Þýskalandi og þá bara allt í hennu kemur varstænir trukkurinn á yngri flokkamóti og allir eru bara, þú veist, fólk er náttúrulega... Ekki krakkandi beint. Nei, bara foreldrarnir. Það er ágætt bara að... Reyndar, sko, hef ég farið nú á nokkur svona móta sem að krakkar og úlingar eru að keppa og það eru sumir foreldrar sem að mættu nú ekkert við því að vera að fá sér öl ofan í þetta æði sem að þeir eru í þarna. Já, sem rennur, nei, veistu hvað? Nokkur sem er að setja skammar á svona mótum, sko. Það er búið að breytast. Klikkuðu foreldrarnir. Þeir eru svona, það er búið að henda þeim bara svona til hliðar. Það er búið að ræða við þá og þú veist, það var ekki talað við þetta lið. Þetta lið gerir sem bara fíbli á mótunum þegar við vorum yngri. Já. Það gerist alltaf. Það gerist alltaf. Við fórum aldrei að móta þess að það var einhver snabbt geðveikur. Ekki það að maður nefna félögin sko, en það var alltaf sömu félögin sko. Já. Og í dag er eiginlega búið að leysa þetta vandamál. Þú veist, það er alltaf nokkri nöttara sko. Já, það er líka bara ekki gera barninu þín þetta. Krakkinn að spila, ef að pappi minn væri bara inná með Auðun. Veistu hvernig þetta er samt oftast? Það er oft þannig að kannski að þeir sem áttu kannski ekki sérstaklega fótboltaferil, þeir eru kannski að lifa sig inn í sko heim barnanna sinna. Já. Og kannski að vonast til að það gera það sem að þeir gera ekki. Þá fara það svona all in í þetta, en ég held að sé að setja hans meiri pressu. En ég meina ímyndaður að vera að fara á Val KR. Já. Þú veist hvað verður miklu skemmtilega að mæta á Hlíðarendi og mætti bara að sitja þarna og spjalla við vinina, mæta kannski korter í 7 og leikur korter yfir 7. Já, taka upp kaldan og ræða málinn. Já, þá verður ekki að mæta ákvörð á slæðinu. Auðvitað þarf að breyta þessu, en það er svona, það er erfitt að breyta svona hlutum. Já, það stóð líka að það gerist ekkert í bráð, þannig að þurfum ekkert að vera væli við því. Það var hrikalega leiðilegt já, sem varst ekki ger. Það var svona einhver svona svefnmolla yfir öllu. Þetta var alveg dautt. En ég held hins vegar að vera stemming núna þegar við mætum Noregi. Þá er náttúrulega alvöru leikur og fyrsti leikurinn í riðlinum á heimavelli. Ég held að verði stappa Laugardalsvöllur og mikil stemming. Það bara líka fylgir á alltaf ný stemning þegar það kemur nýr gæi inn eins og þessi Lagerbakka er náttúrulega... Hefurðu trú á honum? Já, þessi gæi fór hann ekki alltaf með Svíþjóði og stórmótnum að einu sinni. Þannig að ég er ekki að segja að sé að fara með einhver stórmót en verður við ekki að hafa trú á honum? Já, við treystum Lalla og setjum M&M og Rihanna á. Eitt gammalt og gott, Love the Way You Lie. Svo þú að gefa miðana og viðtal við Roger Jefferson og Sturla Staðarindur og fleira. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Rigning, sól, skiptir ekki máli. Crushers klikkar ekki. Crushers, ískaldur þeytingur á KFC. KFC, svo gott! When the mob speaks, everyone listens. Samfilm kynnir Step Up Revolution. Magnaðar dansenur. Step Up Revolution. Frumsýnd 17. ágúst.
Hamborgarafabrikan galopin á menningarnótt og hamborgarnir okkar verða sérlega menningarlegir. Tilvalið að leggja bílnum í bílastæðakjallaranum undir turninum og labba í bæinn. Hamborgarafabrikan, sími 575775. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on. Það gerist ekki. Nei, en það eru líkur að þú verður undan mér. Það ég verður undan þér, okkur. Seldri. Já, finnst nokkru mánuðir, en þú lifir svo hratt, Reynir það. En það eins og að komið að því að gefa miða á Expendables 2. Það sérstök fitnessport forsýning. Snillingurinn Svavar í fitnessport ætlar að vera með sýningu í Laugarásbíó eftir. Ekki glemma því að ég verð live from Laugarásbíó eftir. Alveg rétt, Hjöppi verður í beinni það og eftir, þannig að þið getur lent í viðtali á þeim mikla meistara. Þannig að nú erum að gera hringja í 511-0957 og viljum að gefa Þetta gæti orðið, ég ætla að fullera besta mynd ásins. Hún það. Rólegur. Expendables Part 2. Auðvitað sko, ég ber mikla virðingu. Sko, ég dýrka Jason Statham. Það maður sem hefur gefið mér og öðrum sköllóttum mönnum von. Hann svo hrikalega svalur og myndalegur. Og Bruce, þeir eru báðir hann og Bruce Willis. Báðir gæðir sem að gefa þeim von. Bruce Willis eitraði töffari. Svo Schwarzenegger, maður náttúrulega alltaf með softspot fyrir Schwarzenegger. Sylvester Stallone, most successful actor of all time. Gamalt idol hjá manni, en orðin svo strektur og asnalegur í framann, hann getur ekki sýnt svipriði. Slætt. Og King Terry Crews. Já, og svo þetta bara eitthvað Terry Crews. Hann snillingurinn. Ok. Þetta ok, ég er lagt til að sjá. Randy Couture. Já, ég er lagt til að sjá þessu mynd, en ef þið langar, hringdu það í 511-0957, til að gefa þetta nokkra miða. FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag. Þetta líst mér á það. Expendables female fan. Aha. Hvað heitir þú? Kristín. Kristín, langar þig að kíkja í bíó? Ég var sko gæð til það. Hver uppáhalds Expendable-liðin? Nú veit ég ekki. Jó. Bruce Willis? Bruce Willis, já. Ok. Já, sköllóttur og flottur. Ferða hérna, áttu mann? Jöp. Já, er hann með hár? Jöp. Ok, til hann ekki. Herru, Kristín, hvers dóttir ertu? Steinunardóttir. Þú bara mætir, já svona 5:30 upp í Laugarásbíó eftir og verður það Nei, miðarnir eru í fitnessport, eða ég? Nei, bara fólk mætir upp í Laugarásbíó og það er bara listi. Ok. Af því ég sendi alla í gær þangað, þannig við verðum bara að hafa þannig. Í gær? Já, við vorum að gefa mig í gær líka. Já, klassi. Takk fyrir það. Og þú maður taka einn með þér. Ok. Takk til ykkur að sæta vinkonu. Bye. Þá er það næsti FM 95 Blö, langar því í bíó. Já, ég væri til í að það er í bíó. Verður nú aðeins meira hyped up en þetta? Það ekki spenntar en þetta? Jú, ég er mjög spenntur, sko. Getur ekki verið aðeins meira hyped up? Ég veit við erum ekki að gefa með á tónleika út í London, en þú máttu vera alveg svona, já, ég er til, eða eitthvað svona ást. Þetta er alheims fórsynning. Hver er uppáhalds Expendable-inn þinn? Það er Rocky. Það er Rocky sjálfur, Stallone. Hvað heitir þau? Haukur. Haukur, hvað svon? Guðnason. Haukur Guðnason. Og ekki Haukur Ingi Guðnason? Nei, hann var líka aðeins spenntari fyrir þessu heldur en þú. Hjöppi brjálæður, hann veit menna að þetta er mynd á sig. Þetta skýta attitút. Herðu, Haukur. Já. Ég vona að vera aðeins peppari og mætir í bíó eftir. Já, ég er spennt á. Har þú rífið þig í gang? Þið sáast í bíó. Það þú bara hérna mætir 5:30 og gefur nafnið þetta í miðasölunni. Þú getur tekið eitt með þér. Brilliant, ok. Þetta er síðan svona ópeppaði gæðin sem við gefum. Ef einhver svarar bara, jó, halló. Ok, þannig þú vilt meina ef að menn eru ekki vel hyped up fyrir myndinni þá fá þeir ekki með það? Já, fá þeir ekki með það. Nefnum að séu bara, eða stelpur eða strákar, bara vera bara virkilega spennt. Nefnum, annars þurfa að vera veik. Já, vera bara, já. FM 95 Blö, langar þig í bíó? Já, ég er ógeðslega spenntur. Það var rétt. Hver er þinn maður í Expendables? Þetta er hægt að gera upp á milli þessara manna. Hver er samt þinn maður? Ég málega þeir eru allir svolítið geðveikir, en Terry Crews, hann er svolítið, hann er flottur. Hvað heitir þú? Það er Arthur. Arthur? Yes. Hvað heitir pappin? Þorsteinsson. Þorsteinsson, herru, þú mátt taka einn með þér á fitnessportsýninguna, núna eftir. Mæta svona 5:30 upp í Laugarásbíó. Mæta peppaður. Já. Klíraból. Bye. Herru, við gefum hér einn enn miða í beinni og svo held ég nú Símonum eitthvað aðeins. Opnum, fáum einn vel peppan. Vilt þú kikið í bíó? Halló, jú, auðvitað. Já, það ekki? Jú, ekki spurning. Hvað heitir þú? Herru, ég heiti Harpa. Harpa, hvað stóttir?
Karls. Harpa Karls. Hver finnst þér svona myndalegastur af þessum töfrum? Rólegur. Rólegur á því. Ég sagði rólegur á því. Rólegur á hverju? Já, hver uppáhaldsleikarinn? Hver svona mesti töffarinn? Töffarinn, það ekki bara Norris? Chuck Norris? Chuck gamli Norris, ok. Hvaða aldrei ertu, Harpa? Ok, rólegur, höfum ekki að segja frá því. Rólegur. Herru, þú ert betna með miða fyrir þig og, já, einhvern... Eru litlu skvísinu mína? Já. Tekur hana með. Glæsilegt. Nei, bannaði 16. Hæ? Hún bannaði 16. Ná 16? Já. Það bara fínt, hún næst í 16 en. Það laumarinn að inn. Ég verði þarna í andurinn að byggja skilríki, sko. Já, ég svo hrætt við þig. Verði hann í nýja dyravarðaúlpunum minni? Já, ekki í hlýðarbólnum. Nei, bara í dyravarðaúlpunum minni. Ferðu ekki inn með barnið? Gleymdu því? Nei, ég gerði ekki gleymið því. Það er bara góða skemmtun. Það snill, takk. Ok, bye. Þessi var nýbúin að læra orðið rólegur. Rólegur? Það er rólegur. Það er bara rólegur. Hei, rólegur. Rólegur. Hvað finnst þið myndalæstur? Rólegur. Mér finnst þetta sko, ég vilja vera svona testosteróns í símtölunni hérna. Ég vilja fá harðari aðdándur. Hvernig þá? Bara einhverju sem væri virkilega, sem væri bara virkilega til að drepa ykkur fyrir þessa mynd, sko. Ok, segjum að þú verður að hringja inn. Já. Núna kemur síma, kemur tóttinn. FM, góðan daginn, má bjóða þér í bíó? Hell yeah, náðu ég í gegn! Ég hef verið svona, sko. Svona hef ég verið. Já, þú náður í gegn. Náðu ég í gegn. Ok, Expendables 2. Já. Hver er uppáhalds Expendables? Stallone. Já, það er ekkert annað. Það er algjörlega minn maður. Cliffhanger. Wow. Þannig að það er bara mæting 5:30 og eftir og maður taka eitthvað með þér. Herðu, svo fá allir með það sem geta tekið 100 kg back tvisvar. Já, þannig að það ekki bara að mæta bara fyrir utan Laugarásbíó og þú getur rifið í bekkinn. En það væntanlega sko mæta allir mannsustuga landsins, þannig að þú veist, það gæti orðið, þú veist, meðalmaðurinn, þetta er það mikil þykkt í þessum gæðin sem er að mæta á þessa mynd. Já. Sko það er þannig að meðalmaðurinn væntanlega taka svona 2 sæti og lyktina inni að því að þessir mannsustuga gæðir, þeir svitna rosalega. Já. Þannig að gæti orðið vel sveitt og góð lyktarnir. Já, þetta ekki að vera þannig á þessari mynd. Já. Ég gef nokkra miða í viðbót hérna, þannig að hringi 511-0957, fáum, eitt flottasta lagi á stöðin í dag, Warrior með Outlandis. Svo er það Roger Jefferson úr Different Strikes inn í viðtali og Sturla starti. Ég hlakka til að heyra í Roger Jefferson. Ég var að horfa þættin í gær, sko. Þvílíkur snillingur. Hvað heitir þetta? Outlandis. Þetta er með danst. Já, það er líka einhver trúbadór, svona einhver Múkisson er að dana sem er rosalega vinsæll. Já, er það ekki sami gaur sem var með hérna Close your eyes? Hann er ekki voru vinsæll, hann er líka danskur. Er það? Já, það var allavega einhver svona eitt gæi með gítar og vinsæll þarna. Já, hann er líka þannig á Íslandi. Já, hann er mjög vinsæll, já. Já, Múki. Mínir menn í Danmark eru Nick and Jay. Hvað er það, Nick and Jay? Nei. Þeir eru með glerhörlög. Ok, ég hef aldrei heyrt það. Okay. Það er hins vegar komið hér að dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Wow. Og svo ringjum við Roger Jefferson. Ertu tilbúin í Sturlaðar staðreyndir? Já, ég er tilbúin. Ertu spenntur? Já. Svona að þú ert alveg hreinskilinn frá 0 til 10, hversu spenntur ertu? Jú, mjög spenntur. Já, hvað, 0 til 10? 8, glæsilegt. Þá byrjum við 6.500 manns drukkna á hverju ári í Bandaríkjunum sem gerir 17 á dag. Stórkostlegt. Já, alveg skelfilegt. Það er náttúrulega kannski líka hvað að gera með það ef við erum alvarlegir hérna, hvernig er sundkennslan hana? Já, í Bandaríkjunum, ég held að það sé ekki alltaf góð. Já, ég er að segja það. Já. En þetta er hátala og alveg skelfilegt. Skulum halda áfram, 96% af konum sögðu í könnun að þeim finnst best að láta kissa á sér hálsinn. Já. Sturlu staðreynd. Þannig að þið strákar hann úti. Finnst þér hún sturlu? Nei. Þetta er eitthvað svona... Þú ert nú mikill kossamaður. Já, hvað er alveg hér? Ég er ekkert mikill kossamaður. Jájá, hérna þá vitið það núti strákar að það vilja láta kissa sér hálsinn samkvæmt þessari könnun. Ég hugsa íslenska stelpur séu nú alveg eins. Svo er það allt kjátt. Svo er það næsta, því lengur sem þú vakir, því meiri líkur er á að fáir martröð, Sturlu staðreynd. Ok, ég er reyndar, getur alveg ekki undir þetta. Er það? Já. Þekkir þetta? Ég þekki þetta. Já, færið mikið að martröð? Nei, en svona stundum held ég að sé einhverja að fara að brjótast inn og... Bara það maður áttur? Það er mjög óþægilegt. Það er líka sko, ég hef lendið því að fá svona martröð og vakna kannski svona 3-4 og þá finnst mér eins og hurðina að vera að hreyfast inn í herbygginu mínu og ég hef hann alltaf opnað og þá á ég bara mjög erfitt með að sofna aftur, þá er ég alltaf að spá í því, ég er bara svona ennþá pínur hræddur. Er það ekki eina eftirlitsferð? Já, ég á það til. Kveikja eins og... En þú fer líka á ískapun og farið vel að éta, eða ekki? Nei, fæ mér vatn. Svo er það herður næsta Sturlaða staðreynd.
Það stundað minnst kynlíf á þriðjudögum. Sturlu staðreynd. Af öllum dögum vikunar og Hjöppi, þú ert ekki aktífur á þriðjudögum með það? Reyndar eru þriðjudagur svolítið mindagur. Minnagur? Nei, er þetta ekki eðlur, menn er oft þunnur á sunnudögum, þá er náttúrulega væntanlega grímastagurinn. Já, er það ekki, ég myndi halda að vera helgarnar. Já, sunnudagur er helgi, sko. Já. En það ættu ekki að segja þessi aktífastagurinn? Jú, hugsa það, svei mig það. Og þriðjudagur allavega, þá vitið það. Það er ekki nýða mánuði, þannig að það var ekki þunnur. Já, og enginn að skemmta sér heldur. En þriðjudagur er ekkert verið þetta en einhver annar. Nei, þriðjudag, 2 fyrir 1 í bíó. Það segðu þið. Svo er það næsta styrla staðreynd. 1 af hverjum 5.000 börum, 1 af hverjum 5.000 börnum fæðast með engan rass. Styrla staðreynd. Ok. Það fyrir mikið að staldra eftir það. Svo er það hér, styrla staðreynd. Fátækt fólk stundar meira kynlíf en þeir sem eiga pening. Styrla staðreynd. Já. Það var kannski ekkert annað að gera. Það var kannski ekkert annað að gera stundum. Ná, veist. Nei. Ekki það. Það er svo sem ábúinlega skemmtilega en margt af því sem að ríka fólki er líka sér. Já. Ég myndi þetta alltaf að þeir sem eiga peninga, þeir myndur alveg vera grimmir, sko. Já, það er ekki verið að tala bara fólk undir ykkur ákveðni fátöld. Já, örugglega. Ég veit það ekki. Ég er bara að lesa þetta hérna. Svo er það næsta. Kolkrabbar eru með 3 hjörtu. Sturlu staðreynd. Já, svo er það. Konur eru með helmingi hærri sársaukaþröskuld heldur en karlmenn. Sturlu staðreynd. Það er bara mjög eðlilegt. Já, við trúum því. Ég til dæmis er með mjög lágan sársaukaþröskuld. Það má vel ekkert gerast fyrir mig þegar ég stundi íþróttir. Málega er það, eins og lærir á sem fæðingarnámskeiðum. Þá er það þannig sko að líkamann finnur bara einn verk, sem það heilinn. Sem á að vera að drepast í öxlinni og ég myndi býta á sama tíma í vísifingurinn á þér. Þá myndi axlaverkurinn, veist hvað við, og færist hann bara yfir. Af því þið getur ekki verið illt á 2 stöðum einu. Þannig að að gera bara klípa sig ef mann er illt í tönninu eða eitthvað? Nei, maður er einhvern veginn Þannig að ef ég er að deyja tampinu, það er að klípa með öllu. Það var eitthvað verið að kenna mér þetta eitthvað tíðan, hérna. Maður átt að kreist eitthvað, hérna. Ég held að það er átt að fylgjast bara eins betur með hann. Já, ég hefði nefnilega eftir á heikja, ef ég hefði vitað að ég myndi endi í útvarp eftir nokkur ár, þá hefði ég fylgst aðeins betur með. Já, ekkert svona fyrir konur og barn. Jú, en ég er bara búinn að gleyma þessu. Ég skil þig enda langt síðan. Svo er það síðasta sturlaða staðreyndin. Mörgæsir þjást af þunglyndi og eiga til að labba úr hópnum sínum til þess að deyja. Hvað er sorglegra en þunglynd mörgæs? Þegar þú segir það. Mér finnst það er svo krútlegar og skemmtilegar eitthvað. En það er oft þannig að þeir sem virka kátastir, þeir eru oft leiðastir. Það er bara ekta mörgæs. Það er bara ekta mörgæs. Þetta er til dæmis lag sem ég væri til í að eiga. Þetta er gott lag. Standa upp á sviði og spila þetta. En við eigum ekkert í því. Coldplay eiga og það heitir Paradise. FM 95 Blö. Á FM 95. Það eru sér hlutafinni sem enginn fær að taka. Part of Me. Þetta lag myndi aldrei vera í minni flottulagakeppni. Nei, wow. Talandi flottulagakeppnina, þá erum við mitt að fara í þann dagskvöldið núna. Já. Og staðan er 9-9, þannig að það er 10-10 frekar. 10-10 segi ég. Það er á vissan og þægilega að keppa við þig heldur en Björn Braga. Nú. Því að þú ert nú mikill kvennamaður, ég skal gefa þér það. En með Björn Braga, öll kvenkins símtöl sem kom inn, hann færði öll. Já. Það er svakalegt. Enda að hlaupa marathon og þetta er drengur að hann er með allt á hreinu. Ég meina hann er frá að hlaupa marathon núna og ég vil minna á það að hann er hægt að heita á strákinn. Já. Hann er að styrkja virkilega gott málefni. Já, það er að gera að hringja á styrkja strákinn. Manstu hvað hann er að styrkja? Nei, ég þór ekki að fara með það. Nei, það skilur rátt. Ég veit ekki alveg hvað hann er að styrkja en alltaf gott málefni. Þær eru hann er líka komin í 250.000. Veistu hvernig... Gerði hann eitthvað af sér hann Björn Braga? Að hann ákvaða að fara að hlaupa þetta? Já, ég er einhvað sem að... Nei, ég held að þetta sé bara það perfect human being. Að hann bara dati út inn í hug, best að hlaupa marathon. Og hann bara gerir það. Hann með það gott hjarta. Og bara fyrir, hugsa bara með sig á, fyrir gott málefni. Þið spáðu að eiga hann að dreng sem Tengdason. Já. Þvílíkur draumur í dósmar. Enda hafa stundu stelpur eitthvað svona, herri, þekkir þú hérna Bebba? Já, þá yfirleitt býst maður við eitthvað, já, hann er frendi minn. Já, ok, gaman að því. Já, þetta er með símanúmer hjá honum. Já. Nei, ég er ekki með það, en Bæ, herru, það er alltaf komið. Hann er frábær og vonandi nær hann að safna sér mestu penning. Já, og við kveitum alltaf til þess að heita á strákinn, en það er eins og að komið að flottulagakeppninni og eins og við sögðum á hann, það er mikið undir fyrir ykkur sem er að hlusta á þetta í fyrsta sinn, þá er þetta ekki flókið. Við spilum, tæpa 2 mínútur
báðir úr lagi sem okkur finnst virkilega flott. Svo það undir ykkur komið kæru hlustundur að hringja 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Já. Ertu tilbúin? Ég byrjaði síðast með Metallica og tók KO á þig, vann þig 5-0. Þannig að þú byrjar núna. Já, ég ætla að því að maður svona undir breskum áhrifum núna. Já. Ólympíuleikarnir að klárast og enska deildin að byrja á laugardaginn og einhvern veginn allt að gerast. Já. Og það var alltaf söngvar á Íslandi sem heitir Damon Albarn. Já. Ég var að vinna á bensínstöðinni í Borgartúni og hann kom alltaf til mín, til The K-Man. Að láta hann dæla hjá sér. Glæsilegt. Og hann var svona gæði svona, þú veist, þurfti kannski bara 3200 kall á hann, en hann henti alltaf bara einum bláum svona rétt út og fekk alltaf eiga afganginn. Fekkst þú? Já. Hann var ekki svona eitthvað, hei, var ekki ágangur? Hann bara keyrði í burtu. Já, enda Damon Albarn. Og ég veit það, og svo var hann alltaf, þetta er bara nettasti gæði sem ég kynst. Já, hvað heitir lagið? Þvílíkt nettur gæði. Hvað heitir lagið? Ég vil bara að fólk viti hversu nettur þessi gæði er. Damon Albarn og Blur og lagið heitir Country House. Þetta framlegans Hjöppa í flottulagakeppnin okkar. Já, komur ekki óvart að þú getur skrúa niður í viðlaginu. Viðlaginu, það er búið að koma tvisvar. Það er undir núna ennþá. En ég er ekkert hissa, staðan 10-10, mikil spenn í þessu, þá getur ekkert verið að setja á pitbull. Þú þarft sigur, ég heyri það. Nei, ég ákvæm bara, mér er svo sem skýtsam sigur að tapa í þessu. Ég ákvæm bara hendi eitthvað sem er við skemmtilegt. Það var heldur góður, það er þessi sama. Herru, þetta var flott lag, en þá komum við að mínu lagi og það er líka Golden Oldie. Þetta er klassík frá hljómsveitinni Cranberries og minnir mig á félagsmiðstöðin á sínum tíma. Það heitir Zombie. Cranberries með Zombie og mitt framlag hér í flottulagakeppninni. Ég var bara einhvern veginn bara þreyttur og einhvern veginn langar að leggja mig þegar ég er búinn að heyra þetta sko. Nei, þvílíkt power í þessu maður. Þetta er bara einhver hljómsveit út í bæ meðan að mitt lag var sungið af vini mínum. Cranberries maður, já vinu þinn að þú dældi bensín á bílunar. Nei, við vorum alltaf að spjalla. Við vorum líka alltaf að spjalla. Já, hvað You're right. Hann var mikið fótboltaáhugamaður. Ég held með Chelsea, ég held með Manchester United. Við að ræða málin, eitthvað bara. Það var ekki eins og þú var í sunnudagsmessu. Nei, en við vorum satt að ræða. Ég fylgdist alveg fótbolta og þá vorum við ég og Damon alltaf, hey, you're right, Damon. Ég þekki líka sönguna úr Cranberries, hún kom rosalega oft og vestlaði mér í bakaríun á Sauðárkróki. Nei, hún har aldrei neitt celebrity mætt á Sauðárkróki. Eyjólfur Sverrisson búið. Frábær stelpa. Herru, það er 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði og við opnum fyrir síman. Hver fær þitt atkvæði? Halló? Halló? Nú, ok, enginn þetta. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Herru, Kámaðurinn. Kámaðurinn? Eittina, má ég koma sem aðtöða sem? Já, hvað er með það? Endilega. Og þetta er bara búið að brenna mikið á mér. Já, byggjaður, ég heyrði það núna, það er gaman að heyra. Herru, Eitti, maður fallbegir ekki Metallica. Nei. Amma mín gerir það, skilur. Þið byrst afsökunar á því. Það er ekkert mál, kallið minn. Það er 1-0 fyrir mig, þakka þér hérlega fyrir. Já, takk fyrir ekkert atkvæðið samt. Það er Leiter, 1-0 fyrir Hjöppa, það er Blur og hvað heitir þetta? Dinga, Country House. Country House á móti Zombie, hver fær þitt atkvæðið? Herru, það er hérna dundari. Sko, fyrstulega, eru báðið með kúkablei. Já, það er 24. hitti og launin eitthvað voru ekki alveg eftir þeirra. Það er þetta rétt hjá þér, það er þetta rétt hjá þér. Þetta, þú veist, þeir komið hérna on the move með Bartes eða eitthvað með, þú veist, eitthvað svona gamla knott og svona í bíl, eitthvað svona sumar og sól og gerurstu. Allavega, hérna, Auði tekur þetta. Hérna, hann er leiðilur, hérna, vinni, hann Chelsea aðstæðandi. Damon Albarn. Já, og þeir hafa betri lög en þetta er ekki lagi. Hjöppi, vil meina þessi toppdrákur? Cranberries lagi er rétt Auði, þetta minnir á akkurat á sko félagsmiðstöðina, en það var alveg slapp fyrir utan sko, í minningun líka, þannig að það er ekki að passa í dag. Já, ég henda á sumarlagi fyrir það eftir, ég lofa. Glæsilegt. Settu Takata og fyrir það eftir. Takata. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Herru, það er bara Van Persie sláinn inn, Auði Blöð 5-0. Hanna þekki ég þig, maður, djöfull er ég ánægð með þig. Til hamingju með Persie. Það er leið. Ok, 2-1, það er allt í játnum hér, hver fær þitt atkvæði? Já, góðan dag. Já, góðan dag. Herru, shit maður, mér leist ekkert á þetta þegar hérna Kámaðurinn var byrjað að spila sitt lag, sko. Nei. En Skagfirðingurinn, hann tók þetta alveg, sko, þú veist, Kópavogur nátti ekki séns. Djöfull er ég ánægð með hlustendur í dag, maður, er ég að fara yfir 11-10. 3-1, herru, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Ok, veist það, hann er 3-1, við tökum inn næsta hlustanda. Hver fær þitt atkvæði? Klálega Auði. Djöfull er ég ánægð með þig, maður. Herru, það er að ég harðan aftur hérna, 4-1. Vá. Þetta er gott lag. Já. Hjöppa fannst þetta þunglindi svo ógeðslegt lag. Já, ok, alltaf. Já, ég hef aldrei heyrt það. Nei, ég hef ekki heyrt það heldur. Takk hjálpa fyrir að ringja. Takk fyrir maður. Ok, herðu, 5-1 væri skemmtilegt, eftir 5-0. Hver fær þitt atkvæði? Það er Hjöppi. Já, það var eitt þarna, það loksist maður með heila þarna. Gaman að sé eitt svoleiðis að hlusta á FM 957, virkilega gaman að heyri þér.
Þú ert greinilega skarpur og halda áfram í skóla og klára þessa masterskráðu. Snillingur, mestari. Gaman að heyri einu með heila. FM 95 Blöð, hver var þitt afkvæð? Halló? Halló? Ekki því að fara að kjósa upp, það er alveg gott nátt. Það var gott að heyra. Hvaða stælar eru það, maður? Þetta er bara prinsemaður. Já, hann var einstum hann komin í vaffum og gaf mér bara dildó þegar ég vann í ykkur í keppni og það var ekki gott. Herðu, ég gaf þig þá alltaf ykkur að gjöf. Já, ég og félagið minn fyrir að borða ykkur að helvins og ógeðslega langlóku og... Langlóku? En þú varst alltaf að minka munnin. Já, og auðvitað með liðlegasta sannlegansnakk sem ég loftum að veita Herðu, ekkert svona. 4-3 fyrir mér hérna. Ég ætla að tryggja mig sigur næsta. Takk fyrir að hringja. Ok, þá var vonandi einhver hérna sem að fíla Zombie. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er Blöð með þetta. Anna, 5-3 sigur. Winning is my fuel. Takk, hvað heitir þú? Til að hafa mikið með það á Persi í leiðinni. Já, sömuleiðis. Hvað heitir þau? Kári heiti ég. Kári, takk kærlega fyrir að hringja út, snillingur. Ég finnst hvað hann heitir. Hann tryði með sigur, bara algjör snillingur. Takk fyrir að hringja. Kári. Kári farinn. Kannski ekki tala um Kára. Herðu, Hjöppi, þá er ég með 2 í röðu komin yfir 11-10. Já, ég er hættur þessu keppni. Í þessari mögnuðu keppni. Við ætlum að fá Pumped Up Kicks núna og svo er það viðtal við Hjöppi. Það þarf ekki að vera með eitthvað sólalag. Það þarf ekki að taka það eða eitthvað. Nei, taka það. Það kemur eftir. Þetta er fílingur þessu. Þetta er ágætur þetta. Með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóakropp. Brakandi snilld. Samkvæmt nýlegum mælingum á Íslandi er engin munur á eyðslu bíls með N1 bensíni og bensíni frá Orkunni. En bíll á Shell V-Power bensíni eyðir 2,4% minna. Það eitt gerir cirka 6 krónur sparnað á lítran. Skeljungur. Hvernig væri að gera það sig og rífa af sér bumbuna? Fjartjóli.is and the Machine með lagið Never Let Me Go. Virkilega flott lag. Hér á ferð þeir að hlusta á þáttinn FM 95 Blöð. Við verðum hérna með ykkur, reyndar ekki alveg til 6 sem við erum á leiðin í bíó, strákarnir á Expendables 2, en eitthvað framettir. Hjöppi verður einmitt í beinni frá Laugarásbíó á eftir og ætla að heyra í honum þaðan, en það er eins og að núna komin tími á að ringja í stórleikaran Roger Jefferson. Það vita það ekki allir að hann er á klakanum núna, þessi snillingur, og já, það þekkja hann flestir úr þáttunum Different Strikes. Mikill fagmaður hann á ferð og já, það verðist bara ætla að vera í allt sumar, endalaust af einhverjum Hollywoodstjörnum og leikurum, og ég er það heppinn að ég er komið númer hans hérna og það þakkaði strákanum að Sushi Samba kjallaði fyrir að redda með því. Þetta er, og hann veit að við erum að hringja, en ég ætla að sjá hvort ég heyri hérna í Roger Jefferson. Gaman að fá hann til landsins, frábæri þættir og gaman að þessu. Það er líka áhugavert að vita hvað hann að gera hérna og svona. Roger? Roger Jefferson. Yeah. Yes, hello, this is Auðun Blöndal from... Yeah, I remember you. Hey, how are you? Hey, I'm good. How about you? How do I say your second name again? Auðun... Blöndal. I love that name. Yeah, it's... Auðun Blöndal. I just love that name. Thank you. It's funny because you don't speak Icelandic, then it's a little harder to say. Yeah, that's what I mean. I'm so confused in all those words, you know, like Eyja, Fjalla, Jökull. How do you say that again? Eyja, Fjalla, Jökull. Yeah, it's I'm just loving it down here, and you know. Yeah. Roger, first question. First of all, thank you very much for taking our call. It's a true pleasure. No, you know, it's my pleasure. I love this country, and you know, I just decided to talk to you because you seem like a great guy. Yeah, thank you. Because Different Strikes is probably my favorite show. So, is it? Yeah, so it's a true honor.
Oh, thanks, man. Yeah, we're actually shooting now our 4th season. You probably know the shows. Yeah. You probably have them on your screens here, right? Yeah. It's very popular in Iceland. Yeah. So, but what we're basically doing, we're shooting the 4th series here in Iceland, and. So you're shooting in Iceland now? Yeah. We're going to shoot 2 shows here, and we might have a big name coming here as well. Bill Johnson might be coming here. You might know him from the movie The Church Clock and The Streetcar. Oh, nice. I probably talk to him maybe next week if it's okay. Oh, yeah. It would be cool, but it's going to be nice to be just... but for a few days, I'm just going to hang around and go to that Menningar... how do you say it? Menningarnótt. Menningarnótt. Yeah, it's so funny, man. Yeah, it's very popular in Iceland, Menningarnótt. You're going to have lots of fun downtown. Yeah, and I'm heard the girls really like American guys, so... Yes, that's what I've heard. Yeah, every actor in Iceland always gets a lot of attention, so you will probably have a good time here. Yeah, that's what they're saying, and I can't wait for Saturday. It's so funny that I'm talking to you, Roger Jefferson, because I'm a huge fan. So what have you been doing in Iceland since you came? Can I ask you? Oh, I went on my bike to Blá Lónið. Yeah, Blue Lagoon. Yeah. Well, I've been working out in world class and having a lot of fun, and I went to a place called Oyster. Oyster, yes. Yeah. Huh? Hey, they got the coolest owner ever, man. Yeah, Ásgeir Kolbeins. Hey, how cool is that guy? Oh, he's terrific. He's a friend of mine. Great. Yeah. Okay. Yeah, he's a great guy. He just took care of us, and he's a great guy, and you know, basically, I've been just going everywhere, and I've heard there are a lot of celebrities in town. Yeah, have you met Russell Crowe? Are you friends? No, I haven't seen him, but I was told he's here, and he wanted to meet me, but I don't know how much time I have. Okay, maybe you will meet him. Yeah, it would be cool, but... So now it's a Thursday. What are you going to do tonight, Roger Jefferson? Well, they're talking about this place, Skuggabarinn. Yeah, you're going to go to Skuggabarinn. Yeah, well, they're talking about that place, Skuggabarinn, Vegamot. Yeah, Vegamot, yeah. Yeah. So that's basically what I'm doing. But so you're going to party tonight, Roger? Oh, well, maybe get a few, but I'm mostly just trying to promote the shows. Yeah, different strikes. Yeah. You know, you probably guys have it here on TV. Yeah, it's very popular. I love it. Yeah, I mean, you know, I've been so fortunate working with all those great actors like Robert De Niro. Yeah, great actor. You know, when I was working with him, I was thinking all the time, like, yeah, is that really Robert De Niro from Scarface? Yeah. Like, wow. He wasn't in Scarface. That was Al Pacino. No. That was Robert De Niro. He was in Scarface, and every time I was acting with him, I was thinking, like, wow, is that Robert De Niro from Scarface? Oh. Okay. So I was in awe all the time. Yeah, okay. Oh, yeah, and he's a really friendly guy. Yeah. Believe it or not. No, I believe it. Nice to hear. So do you like Icelandic music? Well, you know, I like the basic things, you know, Sigur Rós. Yeah, Sigur Rós, yeah. Yeah, and that's a song. I love those guys. Yeah, it's Helgi Björns. They are very good. Every time he goes on stage, is it true? He asks everyone if they're sexy. Yeah, it got the sexy. That's what he does. Yeah. That's what I've heard, and I think it's cool. I love that guy. Yeah, you'll probably see him on Menningarnótt. But Roger, I know you're a very busy guy, so I thank you for this interview. No, it's cool. You can call me tomorrow and call me anytime while I'm here. Okay, nice to hear. So we will be watching what you guys in Different Strikes will be doing, and just have the best time and enjoy Iceland. Yeah. What we're basically going to do, we're going to the east, to Egilsstaðir there. Yeah. Isn't there like a funny red-haired guy from Egilsstaðir? Jo, Simmi Will, yeah. Yeah. He's a friend of mine. Yeah, he's the fat guy from the hamburger chain. Yeah, yes. Yeah. He's not fat. No. I mean, he's a bit chubby. Yeah, sometimes. But I think he looks like a funny guy because he's like red-haired and chubby. Yeah, he's a terrific guy. And he owns his own hamburger place. I mean, yeah. I thought it was so funny, and he's from out of town and everything. I love that guy. Yeah, he's wonderful. But Roger Jefferson, thank you very much for this interview, and you take care. No problem. Okay, thank you, sir.
Bye. Já, þetta ótrúlegt. Við fengum viðtal hér við Roger Jefferson úr Different Strikes og þakka strákanum á Sushi Samba kærlega fyrir að græja númerið. Hann var að borða þarna í gær og þeir stoppuðu hann og fengu númerið fyrir kallinn. Þannig að ef þið rekist á Roger Jefferson í bænum, ekki hika við að heilsa upp á strákinn, eins og þið heyrið, hann hress. Vissuð þið að Smálán Kretia fljót klæst? Það sem hann að reyna að segja ykkur að nú hægt að fá lán upp á 150.000 krónur í alltaf 90 daga. Kretia, einföld þjónusta. Klassískur, ítalskur og laufléttur. Nú getur valið á milli 3 tegunda af botnum. Panta á Dominos.is eða í síma 58 12345. Extreme hárlitaspray. Tafarlaus litur, engin skuldbinding. Fæst í Krónunni, Samkaup, Netto og Fjarðarkaup. When the mob speaks, everyone listens. Samfilm kynnir Step Up Revolution. Magnaðar dansinur. Step Up Revolution. Frumsýnt 17. ágúst. Get a hot celebrity buddy right now. Fjarðarkaup.is. Jæja, ertu tilbúin í skólan? Já. Akkur ertu svona stúrin? Þetta eru föt frá því fyrra og þessi taska alltaf hvolpaleg. Tíkurnar munur ekki líta við mér. Svona. Við kíkjum bara inn á Smálán.is og segjum bara hvað þú vilt mikið og í hve langan tíma og fær peningin leið. Hei, sjáðu þessa. Hún voru að þefa rassinum á mér í dag. Smálán.is. Ekkert stórmál. Sumarhátíð 10.11. Föstudag og laugardag munum við gefa heppnum viðskiptavinum mjög væglegan fjölskyldu partípakka í tilefni menninganætur. Komdu í 10.11 Barónstíg, Lágmúla, Austurstræti eða á Laugavegi og þú gæti verið heppinn. Yellow Boots. Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Nú skólinn að hefjast. Skráðu á postlista Kringlunar, á Facebook-síðu Kringlunar eða á kringland.is og vertu í Kringlunni 25. ágúst. Þú gætir unnið Samsung Galaxy S3 frá Vodafone að verðmæti 139.990 krónur. Hraðpenningar kynna hærra lán, lengri lánstíma. Hraðpenningar, betri þjónusta. FM 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Hljómsveit hér að ferð, kalla sig Snow Patrol með lagið Chasing Cars. Hjörvar Hafleðarsson ekki lengur hér í stúdíónu. Hann mættur fyrir utan Laugarásbíó. Það sem einmitt fitnessport forsýning á Expendables 2 núna klukkan 6. Við erum búin að gefa helling af miðum og ég ætla nú bara að prófa að heyri í honum hérna í beinni. Ég steg nú aðeins út hérna, það þvílíkur hiti, 18 stig og sól, þannig að það pínu sorglegt að vera inni að vinna eins og en grænum ekki meiri við því. Sjáum hvort það svar ekki hérna. Lækkaður. Sætlinur, hvað segirðu? Ég segir híkilega gott. Það ekki, þú ert í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Já, það er fyrir það. Það líklega búið að slá eitthvað hitamyndin í Reykjavík. Já, þetta rosalegt. Ég ekkert að grínast með það. Það svona 36 stiga hiti hérna í Laugarársbíó. Og þú bara leiðin inn í bíó? Já. Já, ég ætla að hanga úti. Ég ætla að hanga úti í kvöld, ekki í bíó. Já, það er bíó til búið frá nátt, sko. Já, ég ætla að vera heim og dutt í garðunum eða eitthvað. Já, einmitt. Herðu, hvað hérna? Ég svona 300-400 manns að fyrir utan backpressuna hérna í Laugarársbíó að reyna að taka 100 kíló tvisvar. Og komast færri að þeim vilja það? Já, við komast mikið færri að þeim vilja, en hérna, ég hérna með manni sem byrja að selja Íslandingum fæðubótaefni hérna fyrir 20 ára síðan. Hvenær byrjaði þú að vesla fæðubótaefni, veit ég? Hvað segirðu? Ég? Keyptir þú þín fyrstu fæðubótaefni? Það held ég svona, ætla að sé ekki... Og var það væntanlega hjá Svavar í fitnessport? Já, það er hárið. Það er svona 5 ár síðan. Eins og hann kallaði sig sjálfur King Svavar. King Svavar, já, það verður svona 5 ár síðan. Svo, hvað er þetta búin að selja ykkur hérna? Nú ertu komið hann í viðtal. Hann mættur hérna. Rándýrt viðtal. Þessi kóngurinn. Ég sé bara nú svona góð. Það er komin eitthvað 14 ári eða eitthvað? En hversu mörg ári ertu búin að vera kóngurinn í þessum bransa? Öllu sem 14 ári. En hvað kom til að skildi bjóða fólki upp á flottustu bíómynd allra tíma í hátíð hérna í Laugarársbíó? Við gerðum þetta fyrir 5 árum, ekki 2 ár, þegar 3 sem að fyrsta myndin kom. Og hérna, þetta er svona ekta styrahauðsmynd sem er svona testosterón forsýning og við gerðum þetta, eins og því fyrir 2 árum, þetta hefnaði svo hrikalega vel að við urðum að gera þetta aftur. En þetta er aðeins þyngra núna, þá var það 100 kg backpressu einu sinni, en nú er það tvisvar, sko, þetta er Expendables 2.
Þú séð myndina sjálfur, þú sagðir einhverstaðar að þetta væri besta mynd sem þú séð, stendur við það? Já, þetta allra besta mynd sem hefur verið gerð. Toppar Titanic og toppar Forrest Gump og allt. Expendables 2 er ekki betri en Shawshank Redemption, það nokkuð. Já, þetta allan að mat Svavas í vitnisport og við verðum að taka hann alvarlega. Þetta hans skoðun, hann hefur rétt á henni. Hann hefur rétt á henni, þetta maður sem búinn að selja fæðabótaefni í 14 ár. Já, glæsir þetta. Og á hluta af þessum vöðvum sem á mér. Hann á einhvern hluta af þessu. Er það þarna sem þú rækta líkamann þinn? Já, það er að hluta til, það er náttúrulega... Er þetta ekki spurning, Hjörvar? Það gerist ekkert í líkamsræktinni nema með réttu efnin. Nú spyr ég, Hjörvar, er þetta ekki spurning sem þú færður rosalega oft frá fólki út í bæ? Hvar færður þennan líkama? Jú, en þetta er náttúrulega fyrst og fremst fæðubótaefni. 10% vinna í gymminu. Já, ok. 90% fæðubótaefni. Það er ekkert annað. Hreint prótein, kreatín, glútamín. Herru, hvað er mikið að liða þetta fyrir þetta? Nú fer ég bara að kveðja þig. Já, herru, það er allt stappað hérna en það sem að drepa fólk hérna aldrei því hiti. Þú varst óöppin að leggja stað á hann í bíóið. Þú mistir að viðtalinu við Roger Jefferson, hann svaraði mér. Og þannig að ekki gæna nú Different þáttunum eða? Jú, Different Strikes. Er hann á landinu? Já, og svaraði mér á hann. Já, ok, og veitu, hvað er hann að gera hérna á Íslandi? Þeir eru að vera í tökur á þáttunum. Bara ok, var hann eitthvað að lyfta sér upp með eitthvað? Já, hann ætlaði eitthvað að kíkja út í kvöld og eitthvað. Hvern? Vegamótsan og skuggabarinn og eitthvað. Ok, það er toppmaður. Já, það er aldrei að hitta um að hitta á hann. En ég ætla að kveðja það, Hjörvar, ég þakka þér fyrir daginn, þú ert laus, ég fer að kveðja þérna sjálfur, ég ætla að fara út í hann að hitta. Það er komið tíma Expendables 2. Expendables 2, ég ætla að láta Rikka G byrja 10 minútum fyrr núna. En illa klædda, í hver er hann? Rikki G, hann er í eitthvað svona... Sokkum, svartum gallabuxum. Nei, hann er í eitthvað svona rauðum ból sem að ljóta að segja, það er búið að þvoa hann aðeins svo oft. Og svo hann er támjón lakkskóm með Rikki, hvað er ekki támjón lakkskóm með sko ekki, hann er ekki í jogginbuxum við það núna. Nei. En hann er í... Þú veist að jogginbuxna sem hún á það er þú veist að smetlubuxunar á hliðinni. Já. En ég meina ef hann er í þeim 5 ári viðbútt og þetta er kannski aftur í því sko. Það er aldrei að vita. Ég ætla að láta hann taka við þér aðeins fyrir, ég þakka fyrir Hjörvar og við verðum í bandi við sjáumst næsta 5. Þá er FM 95 blöð búinn þennan 5. daginn korteri fyrr. Ég ætla að henda mér hérna út í blíðuna og brunna niður Laugarásbíó og sjá þessa mynd með strákunum. Takk hérlega fyrir hlustunin í dag. Við verðum hérna morgun, ég og Þórunn Antonía, hún verður gestastjórnandi og Sverrir Bergmann mætir aftur með föstudagsslagið ásamt öðrum skemmtilegum liðum, ekki missa af því. Endum við hérna bara á I Can Only Imagine með David Guetta, sumarlag. Takk fyrir hlustunina og takk vel á móti Rikka G. Hlöllabátar. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. 10 gigabæt fyrir 500 krónur á stærsta 3G neti landsins. Fyrir það gætirðu hort á 120 þætti á Stöð 2 frelsi á netinu í símanum þínum. Lífið er eins og konfektkassi. Tal. Svona á samband að vera. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þegar svo við bætist 4 krónu almennur afsláttur með orkulykli eða skeljungskorti, erum við þá ekki að tala fastan 10 krónu sparnað hjá Shell? Skeljungur. Undir bumbun er 6-pack sem vill út. Kæftu þig út. Fjárþjálfan.is. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Á FM 957. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on